Komið þið sæl og verið velkomin í fjórða þáttinn hérna í seríu 2 í fótboltanördanum. Já, við erum komnir halva leið núna í 16 leið á úrslitunum og þar sem við erum búin að vita núna hverjir 3 af þeim sem erum fóru áfram í 8-lega úrslit. En hingað til minn í dag eru komnir 2 glænýir keppendur og þeir eru ekki að vera í gerðinni. Annar þeirra nýhættur sem knattspyrnumaður, við höfum svona yfirleitt fengið fótboltamenn en núna erum við fáð þjálfara, ég held ég í fyrsta skipti í nördasögunni. Já, fyrir á láni frá Sindra fyrir FH, það Björn Daníel Sverrisson, vertu velkominn. Þakka þér fyrir og heiður að vera fyrsti þjálfarinn til að mæta. Já, það var náttúrulega bara, þú varst náttúrulega fenginn inn fyrst sem leikmaður en svo breytast hlutir. Já, bara eins og í lífinu, bara gaman að vera hérna og vonandi er fólk gaman að sjá mig skýta á mig hérna í myndavæl. Sjáum til hvernig það fer. Já. En í hinu sætinu, þar erum við með rísandi stjörnu í íþróttafjölmiðla heiminum, þannig ætlu sért ekki með í yngri fjölmiðlamönnum sem hefur tekið þátt í hérna fótboltanördanum. Já, það mikill heiður. Fyrir sín, Ágúst Orri. Þakka þér kærlega. Og núverandi leikmaður, mögulega svo fyrsti úr 5. deildinni, það er aldrei að vita. Smára maður. Einmitt, já, en já, og svona út að reppa sín núna, en smára menn mega vera ánægðir. Nei, ég ætla ekki að reppa þá, ég reppa mína menn í sín bara. Herðu, fótboltanördin, hann spilaður í nokkrum liðum og eins og flesta góða spurningakeppnir, þá byrjar að ráða spurningum. Svo förum við yfir í ferilinn, eftir það byrjunarliðið, svo kemur almenn kunnátta, tölfræðin og síðan síðasti séns. Ég mun útskýra hvern og einn lið þegar við förum í hann, þannig ekki að ágjöra því. En já, eins og við ætlum að byrja á hraðaspurningum. Það virkað þannig að þið fáið 10 spurningar og á 60 sekúndum þið fáið sömu spurningar, þannig að Ágúst, þú ert nær hurðinum og bjóða þér að víkja á meðan Björn Daníel byrjar. Já, vel valið. Já. Björn, ert þú tilbúinn? Já, ég er klár. Þá byrjum við núna. Real Arena heimavöllur hvaða La Liga liðs? Atletico Bilbao. Rangt. Hvaða lið ríkjandi Ítalíumeistari? Napoli. Rétt. Frá hvaða borg sænska félagið Djurgården? Stockholm. Rétt. Hvaða lið hefur oftast unnið efstu deild í Danmörku? Kaupmannahöfn. Rétt. Hvert heiti álfusambands mið Norður-Ameríku og Karabíhafs? CONCACAF. Rétt. Hver var fyrsti Íslendingur til að leika í bandarísku MLS-deildinni? Það var hann Albert Guðmunds. Rangt. Hvað heitir efsta deildin í Austurríki? Hún heitir Pass. Hvað hafa mörg mismunandi lið unnið Premier League? 6. Rangt. Hvað kallast annar í jólum á Englandi? Boxing Day. Rétt. Hvaða fyrrum stjóri Tottenham og Chelsea hefur keppt í Dakar-rallinu? Þetta loka spurning, þannig að þú mátt Dakar-rallinu. taka þér tíma, en tíminn liðinn núna, en eins og segi, þú mátt taka þér smá tíma. Tottenham og Chelsea. Antonio Conte. Mjög fínt gisk, hann það galinn að fara að hendi í það, en því miður ekki rétt. 5 stig úr hraðaspurningum, það fínt, þá þú myndir ná þessu í grunnskóla. Já. Nærð prófinu, Já. 5 og 10, en við náum í Ágúst og sjá hvort að hann getur sömu spurningar. Þú mátt setja kyrr. Já, þetta. Jæja, Ágúst, ert þú tilbúinn? Klár. Þá byrjum við núna. Real Arena heimavöllur hvaða La Liga liðs? Real Arena, Villarreal. Rangt. Hvaða lið ríkjandi Ítalíumeistari? Napoli. Rétt. Frá hvaða sænska borg sænska félagið Djurgården? Stockholmi. Rétt. Hvaða lið hefur oftast unnið efstu deild í Danmörku? FC Kaupmannahöfn. Rétt. Hvað heitir álfusambands mið Norður-Ameríku og Karabíhafseyja? CONCACAF. Rétt. Hver var fyrsti Íslendinga til þess að leiki bandarísku MLS-deildinni? Fyrstur. Já, frábær spurning, ég hef ekki hugmynd. Dagur Dan eða eitthvað. Rangt. Hvað heitir efsta deildin í Austurríki? Bundesliga. Rétt. Hvað hafa mörg mismunandi lið unnið Premier League?
topp 8. Rámt. Hvað kallast annar í jólum á Englandi? Boxing Day. Rétt. Hvaða fyrrumstjóri Tottenham og Chelsea hefur keppt í Dakar-rallinu? Og þetta er loka spurningin, þú má Dakar-rallinu. Fyrrumstjóri hugsunartíma. Tottenham og Chelsea. Andri Víða Bóas. Það er rétt! Vá, vel gert maður. Sá fréttir daginn. Var þetta ekki bara núna nýlega? Nei, þetta er nú fyrir... Er hann búinn að vera að þessu kannski eitthvað lengi? 18-19 eða eitthvað, já, sem Nú, hann ok. fór alltaf á fyrst, sko. Já. Það getur vel verið, hann hafi Ég þarf bara að sé þetta nýlega. Hann var að vinna eitthvað reis, sko. Hann er svaka kapustusmaður, sko. Segur Kabi. Ég ætla að fara aðeins yfir hérna spurninguna þínar, því að ég... Þú var mista stíð í honum. Ég var ekki viss, já, ég gæti verið að mista steginum, maður sjá. Það er 7 stig úr hraðaspurningum, staðan þá 7-5 fyrir Ágúst eftir hraðaspurningar. Frusu gott. Mjótt á munum og... Eftir Andri Víða Bóas. Já, en bara virkilega góð framistæð hjá okkur báðum. Skulum fara yfir spurningarna sem að komu ekki. Það er Real Arena, það er heimavöllur Real Sociedad. Já, það var annarkort. Já, Napoli, þau voru báðum með, Djurgården í Stokkólmi, FCK vann eftirstild í Danmörku, CONCACAF. Fyrstur Íslendinga til leika í bandarísku MLS-deildinni er Kristinn Steindórsson. Já. Það gleymist. Já, gleymist mjög. Deildinni í Austurríki heitir Bundesliga. Það var 7 lið unnið ensku úrslitina. Einum ofvikið. Já, þið voru sikkura megin við það. Já. Það er hérna, hvað það er. Það hefði nú öruglega, ef þetta væri ekki hraða, maður væri í smá tímapressu, sko, maður hefði getað talið þetta saman. Það var svona pointið með að hafa þetta í hraðaspurningum, hvort þið væri með þetta, sko. Það er að skjóta snögt á þetta, sko. Þetta er United, þetta er Blackburn, þetta er Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, Leicester. Hárrétt. Já, takk fyrir. Rétt hjá þér. Fyrir mig. Eitt stig á stjórnanda. Fyrir mig. Boxing Day er annar í jólum á Englandi og það er náttúrulega fótboltaspurning af því að það er spilaður svo mikið fótbolti á annan jólum. Jú. Og Andri Víða Bóas, hann er kappakstusökur maður í Dakar-rallinu. Herðu, þá förum við í næsta lið sem að heitir Ferillinn. Og það hafið væntanlega heyrt í mörgum podcastum einhver svona varianta af þessu. En hjá okkur hérna í fótboltanördunum þá er aðeins strangari reglur á þessu. Ég ætla að gefa ykkur tímabil, lið, leiki og mörk sem að ákveðin leikmaður hefur gert og bara eitt í einu fáið þið eitt svar í fyrsta þrepið getur fengið 5 stig og svo 4 og svo 3 og svo 2 og svo 1 Okay. Og þetta eru bjölluspinningar þannig þeir eru með bjölluna hérna fyrir framan ykkur. Klár. Fyrsti leikmaður frá 2015 til 2017 þá var hann hjá West Ham en spilaði enga leiki. Já, góð vísbending. Spilaði enga leiki. Það er stundum byrjar þetta erfitt. Hann má náttúrulega alltaf passa. Nefnum maður sem er gisk. Já, ég segi bara pass. Hann spilaði nú held í fullt af leikjum, Angelo Ogbonna. Já, það er vissulega West Ham leikmaður. Hann bara var á þessum tíma en hann spilaði fullt af leikjum, sko. Jú, rétt. En alltaf gaman að hendi gisk. Þá fyrir 4 stig 2018 til 2019 þá fór hann til hins merkaliðs Rúdar Velenje og spilaði þar 21 leik og skoraði 3 mörk fyrir 4 stig. Já, ég er að reyna að glósa þetta, sko, 2018-19 hjá, hverju segir Rúdar Velenje. Já, hvað er það, í Litáin eða eitthvað svo? Ef ég bara vissi. Já. Nei, þetta gefur lítið, sko. Þetta er definitely ekki Angelo Ogbonna. Nei, við erum búin að útiloka það með þessu liði. Já, ég er alveg blanko hérna líka, sko. Gískum þá bara á annan Ítala í West Ham, Scamacca, Gianluca Scamacca. Já. Alltaf gott að fá gisk, þó þessu rauk. Það var ekki hans, þess að Nei, það var ekki hann. Okay. Viltu giska útiloka það? Nei, ég bara... Fyrir því að Ítalan í... Þó að það er enginn búinn að segja þetta Ítalið, sko. Canio. Já, nei, það er ekki rétt. Þá er það 2020 til 2022 Fylkir 31 mark, 7 mörk 31 leikir fyrir ekki, 7 mörk. Já. Fyrir 3 stig. Hvað sagði, 20 til 22 í Fylki? Já. Og 31 mark, þetta er strækar. Nei, það er ekki, þetta 31 leikur, 7 mörk. Já, Mismælti með hana. Já, samtíð, menna, það er ágætis mark í 4. hverju leik. Já. Þetta er eitthvað góðu miðjumaður.
framsækin. Ég spila örugglega mót honum, sko. Næ, sko, já, þú ættir eiginlega frekar að vera með þennan, Hlýtur sko. að vera, sko. Já, ok, já, heyrðu, 3 tilraunir, við erum Ég er ekki... ekki sem- Ja, byrju, nei, ég er ekki með það, sorry, ekki neitt. Ég er ekki með neitt, eins og með ágiskun. Engin ágiskun. Nei. Já, það er... Já, ég veit ekki hvað restin hjálpar eitthvað mikið, en fyrir 2 stig, 2022, hann fer aftur til Englands, fer til Dover, spilar það 9 leiki og skorar ekki neitt. Spurningin var svolítið hvort við mundum eftir honum í fylki. Það var svolítið þannig, sko. Við ekki vera að ná þessu í Dover. Kannski er ég að stuðu, maður segja á Dover. Ég spila mikið að leikjum, sko. Nei, þetta verður eitthvað meðslapési. Næsta lið gæti gefið ykkur eitthvað, en ekkert eitthvað mikið, en svona, ef þið munið eftir þessu. Ok. Já, Ef við fá einstiga vísbendinguna. já, ég held það bara. 2022 til 2023, þá fer hann til Ilves, og ég skal segja hvort það er í Finnlandi. Já. 26 leikir, 6 mörg. 6 leikir, 6 mörg. Já. Hann er alveg lauminn mörgum, sko. Já, þetta er... Djöfull, maður. Svo segir hann nafnið og maður, anskotin. Ég hugsa að þetta sé þannig gæði, sko. Þetta ég ekki með, sko, einu svona gísk. Nei, ég hef ekki hugmynd, sko. Maður hefði þurft að kveikja á einhverju þarna þegar þú nefndi fylki, sko. Já, Það var svolítið- líklegt. það var stóra vísbendingin í þessu, sko. Ég er alveg tóm. Ég verð bara að segja pass. Ég líka. Leggjum við þetta frá okkur. Ég er ekki með fleiri ítala í Vestmann til að skipta. Nei, og enga ítalið fylki. Nei, þeir eru ekki margir, sko. Nei. Ekki sem ég man eftir allavega. Spurning hvort það sé Flottir einhver. bræður. Það er eiginlega skemmtilega spurning, hvort það sé einhver ítalið í fylka. Herðu, þetta kom þó því miður ekki, en mögulega einhver hlustendur hann úti með þetta var Jair Parfitt Williams, Já, segir. kantmaðurinn knái. Ég man eftir hún. Já, hann var svona tricky winger. Já, einmitt. Þú segir nafnið, sko. Já. Herðu, þá förum við bara í næsta feril, vonandi að það sé aðeins auðveldra. Sýtur það heimskinn? Já. Nei, já, þetta var Það er auðvitað að lusta sármókaður út í okkur, sko. Pottþétt. Nei, þetta er svona leikmaður svona þú manst hann eða ekki. Já. Og það bara kom ekki núna. En næsti leikmaður, já, við byrjum ekkert sérlega mikið auðveldar, kannski kemur það síðan með næstu, í næstu vísbendingum, Ok. fyrir 5 stig allavega. Ef þið eru með þetta, þá var það gott. 2013 til 2014, Ístres, 23 leikir, 4 mörg. Já. Hvað er það? 20... 3 leikir, 4 mörg. Já. Ístreðis. Það var ekki eitthvað sví, eða? Rauðu þráður í þessu, sko. Já, ef að það er Íslandi líka. sænskt lið. Já, ég held það. 13, 14, Íslands. Já, þú veist alveg að tegja það svolítið langt aftur, sko. Ég fylgdist ekki nógu vel með sænsku deildinni þarna á Ég er ekki með neitt, sko. Já, fá. af því að það er Ístreið, ég held að það sé sænskt. Ég ætla að skjóta á Oliver Ekroth. Það er rámt. Já. Viltu giska á hvað, Björn? Nei. Ég er bara ekki með neitt. Fyrir 4 stig. Já. Ok. Það er 2014 til 2016. Hann fer til Red Bull Salzburg, spilar þar 59 leikir og skora 17 mörg. Já. RB Salzburg, segir það. Herru. Þetta, ég ætla að gíska, ég ætla að segja Sadio Mane. Sadio Mane, það er ekki rétt. Það er mjög góð ákískur þetta. Já, hann var í Salzburg. Já. Ég á pælgóttur aðfrýslið. Ég er bara með svo marga svona eitthvað nýja Salzburg, Xavi Simons, Erling Haaland, Dominik Szoboszlai, hver hafa verið þarna? Nei, ég er ekki með neitt gott gísk, sko. Var í... Ekki sko bara Dominik Szoboszlai. Það er rámt. Já, Það er rámt. takk. 2016 til 2018, fyrir 3 stig, þá fer hann til, já þá margtróðunulið, RB Leipzig, spilar Jú, jú. 58 leiki og skora 14 mörg. 16 til 18. Býtu, sagðirðu 58 leiki og 14 mörg. 14, djúðul. Ég ætlaði að fara að segja Timo Werner, hann skoraði nú sletta meira þarna. Salzburg, Leipzig. Salzburg yfir í Það Leipzig. er alltaf sama leiðin hjá þessum mönnum, sko. Já. Það eru nokkri sem hafa farið þessa leið. Ég finn það á mér, við þurfum að berjast um bjölluna í næsta, sko. Já. Það geti verið. Gæti verið. Ég er ekki með neitt betra gísk heldur en Timo Werner, bara. Það er rámt. Já. Já. Nei, ég er ekki með neitt. Ef þá farið í 2 stig af vísbendinguna. Það er þá 2018 til 2023. Liverpool, 84 leikir, 7 mörg.
Hvað er ég þroska eftir það? Maður á nú að vera með þennan, sko, Þetta fyrir 2 stig. 18 frá Leipzig til lið, og þetta er ekki Sadio Mane og ekki Dominik Szoboszlai. Æ, hvorugur? 18 til 23. Jú, Naby Keita. Það er ég. Þarna kom það hjá púlaranum sjálfur. Þetta átti þú að vita strax. Já, ég átti að kveika á þessu strax, sko. Hvað með ístress maður? Ha? Já, ég veit að ég átti að kveika bara þar, sko. Já, sænska. Er þetta sænslið? Nei, sko, ég Lítur að vera. Ég held að það frans. Já, franskt, já. Ég er ekki með það fyrir fram mig. Líklegt. Já. Það er nú fínt að fá okkur stig í þetta lóksins. Já, 2 stig og Ágúst annað. Hvert fór hann svo aftur eftir? Herðu, hann fór til Werder Bremen og er núna hjá Ferencváros á láni. Já. En, já, förum í 3. og síðasta fyrirlinn. Já. 2001 til 2004, Boca Juniors, 15 leikir 0 mörg. Já, ekkur góður Argentínumæður. 2001, 2004. Ég skal bara byrja á að gíska, ég segi bara Riquelme. Riquelme, það er bara mjög fínt gisk en ekki rétt. Javier Mascherano. Annað fínt gisk en heldur ekki rétt, ég held að þetta séu báðir bókamenn sko. Já. Herðu, þið fáið 2 lið í 4. stiga vísbendinguna. 2004 til 2011 spilar hann fyrir Elche og spilar 186 leiki og skora 0 mörg. Þið fáið hérna eitt auka lið sem að segir ykkur ekki mikið, að því mér langar ekki að hafa það sem sér lið. 2006 fyrir hann á láni til Arsenal Sarandi, spilar 13 leiki og skora 0 mörg. Þetta er Þetta er fyrir 4 stig. Nicolas Otamendi. Það er ekki rétt. Nei. Ég er að hugsa, ég vil samt ekki segja neitt strax, ég vil fá næstu. Ok, fyrir 3 stig þá, 2011 til 2014, Malaga, 117 leikir, 0 mörg. 14, Malaga, þetta er einhver Mascherano, Otamendi, er á réttum slóðum held ég sko. Argentísku miðvörður. Malaga. Buonanotte. Það er ekki rétt. Nei, fuck. En skemmtilegt gisk, mjög skemmtilegt Ég gisk. ætla ekki að gíska aftur, ég vil fá næstu. Fyrir 2 stig, 2014 til 2017, Manchester City, 23 leikir, 0 mörg. Otamendi. Þetta er ekki Otamendi, þetta eru 23 leikir, 0 mörg. Zabaleta, Pablo Zabaleta. Það er ekki rétt. Argentínumæður í Man City. Sko. Hann spilaði hans fleiri leikir, 23 leikir. Já. Og ég held að það var líka fyrir. Ég veit ekki, ég veit ekki svarið sko, en ég veit hvað ég er að leitast eftir sko. Ég var til að fá síðustu, sjá hvort það dettur inn. Herðu, Mind Games er í gangi þarna. síðustu þá fáið þið bara, þið fáið aftur 2 lið, af því þetta eru síðustu 2 liðin á ferðinum hans. 2017 til 2021, Chelsea, 11 leikir, 0 mörg. 2021 til 2023, Southampton, 2 leikir, 0 mörg. Við líður þessu Björn sem með hann, er bara ekki með nafnið. Við séum ekki með þetta sko. Ég er að hugsa sko, Ég er búinn að tæma mig í argentínskum City-mannum sko, eða þetta er ekki Aguero skilurðu. Með 0 mörg á ferlinum, þá er það. Hann átti það aðeins fleiri sko. Já, Ertu með eitthvað gísk? Ég er búinn að vera dungdur út gískum hérna sko. Ég vil eiginlega fá gískur á þér og þá get ég útilokað það. Já. Ég held ég viti sko, ég er að hugsa, ég reyna að sjá hann fyrir mér. Ég reyna að sjá treyjuna fyrir mér og nafnið. Ég sé bara sköllótt á hausinn og Pablo Zabaleta fyrir mér. Já, ég er ekki með neitt sko.
Skalliðin er alveg góð leið til þess að fara niður sko. Já, ok. Ég myndi ekkert endilega með bláa treyju sko. Nei. Ég bara málega að ég held að hann gæti verið með þetta sko. Ég er alls ekki með þetta, Nei. Sko, ég veit, ef ég segi þetta sko, þá gæti þú náðu þessu sko. Alltaf einhvern bróður. Nei, ég veit náttúrulega hann er að leita eftir markmanni sko. Já. Það er það sem ég er búinn að hugsa allan tíma. Er þetta hérna Willi Caballero? Þetta er Willi Caballero. Takk fyrir það. Já. Ég gleymdi að hugsa um markmennina. Ég var að reyna að sjá hann, þú veist, ég var að reyna að sjá hann fyrir mér. Ég bara náði því ekki. Ég var að reyna að sjá, þú veist, Já. ég vissi alltaf að það var Argentínum maður sem var markmaður hérna hjá... Já, ég kveikt leið og sagði markmaður. Ég var bara, hver er þetta? Ég er nefnilega er búinn að vera að fylgjast með ykkur og ég er búinn að sjá það að Björn vissi nákvæmlega að þetta var í markmaður. Og þú varst alltaf... Það tala um einhverja markmenn, en það var eina sem ég hafði í huga, sko, bara miðverðir og bakverðir. En já, þetta kom á endanum með smá samvinnu. En Ágúst fær stigið og eftir ferilinn þá er staðan 10-5 fyrir Ágúst. En í fótboltanördanum er það alls ekki mjög munur. Nei. Skal ég segja ykkur. Sjáum til. Þá förum við í byrjunarliðið. Byrjunarliðið virkar þannig, svona ekkert ósvipað El Grande leiknum sem að margir Íslendingar þekkja. En ég ætla að nefna sem sagt eitthvað lið sem spilaði einhver leik og þið ætlið að nefna fyrir mig leikmennina sem byrjuðu leikinn í öðru liðinu. Þið skiptist alla leikmennina? Já, þið skiptist þess á og að nöfn, þið fáið 11 gisk samanlagt. Svo gerir þetta tvisvar, af því það er náttúrulega óttatala. Björn, þú ert undir, þannig að þú mátt byrja. Ítlandi press á mig, maður. Þú mátt byrja á að nefna einn leikmann sem byrjaði fyrir Chelsea í 1-1 jafntefli gegn Barcelona undan úrslit meistardeildanna 2009. Þetta er auðvitað leikurinn þar sem að maður leiksins var norski dómarinn Tom Henning Överbo. Frank Lampard. Frank Lampard, hann byrjaði leikinn, það er rétt, og hann fær stig fyrir það. John Terry, hann byrjaði líka leikinn. Didier Drogba, rétt. Petr Cech er rétt. Ivanovic er ekki rétt. Ashley Cole er rétt. Og ég segja það? Já. Já, ok, Essien er rétt. og Mikael Ballack Er rétt. Arjen Robben er ekki rétt. Síðasta gískið þitt, Ágúst. Ég veit ekki hvaða nafn var ég að reyna að segja þannig. Það var allavega ekki Ágúst. Já, býttu, hvað vantar ekki eitthvað á, Florent Maluta? Það er rétt. Shit. Og síðasta gískið þitt, Björn. Síðasta gískið mitt ég er bara blanko. Segjum bara Aspelkueta. César Aspelkueta. Það er ekki rétt. Leikmennina sem vantaði þannig í þetta lið, hægri bakvörðurinn sem vantaði þannig, það var Unibrow himself, José Bissingua. Já. Svo var það Alex Hafsendin, brasilíski, og á hinum kantinum við Maluta var Nicolas Anelka. Annars kom rest. Já. Þetta var bara vel að sé viki hjá okkur. Það er galið að ná Florent Maluta en ekki Nicolas Anelka. Já, mér fannst það mjög gott sko. Maluta er kannski meira svona tengdur Chelsea. En þetta var mjög vel gert. Já, þetta var mjög vel gert. Ágúst, þú fær þá að byrja á hinu byrjunarliðinu. Þú ætlar að byrja á að nefna einn leikmann sem að byrjaði fyrir Frakkland í 2-1 sigri gegn Írlandi, umspilsleikur fyrir HM 2010. Vá. Þetta er frægur leikur fyrir ákveðna sakir. Er ekki Florent Maluta frakki? Nei, djók, bara Karim Benzema. Það er ekki rétt. Henry. Það er rétt og þá get ég komið að því okkur þessi leikur er frægur. Það er hendismarkið hjá Thierry Henry. Já. Tryggði þeim áfram. Alveg rétt. Gat ekki sagt það fyrir hann að hafa búið að nefna hann. 2010, já það var náttúrulega
Er þetta ekki HM eða að Benzema fór hann í fílu og var allt í rugli? Nei, það var kannski 14. Já, ég held að sé frekar 14 kannski. Já, jú, það var, já, þegar hann og Nasri voru þarna Já, að já. taka upp eitthvað skrítið vídeo saman. Já, einmitt. Frakkarnir hafa verið Og það svolítið hefur í því. verið 14. Já, 2010, ég er bara ekki nógu vel að mér. Hérna, Thierry Henry, sagður og já, bara, hérna, Florent Maluta, ég verð að fá að skjóta honum inn. Það er ekki rétt, Nei. Finnur. Hvað, 2010 ég veit ekki eins og hvað það spila ennþá Makalele Nei, því miður, það er ekki rétt. Já, ég var náttúrulega að hugsa hann frakkaði í Chelsea. Hérna, djöfull er þetta við erum alveg illa lúmst, við já, þetta kemur mjög illa út fyrir okkur eins og maður leit nú ágætt út í þessu Chelsea Já. dæmi, sko. Já. Hérna, það eru ákveður svona fáralega dómur. Samir Nasri eða eitthvað? Nei, því miður. Hann var hann með Benzema á HM 14. Svo sem fínt að drita út giskum alltaf bara. Maður veit aldrei hvort það sé rétt. Ég segi bara Anelka Það er rétt. Djöfull. Þessi var augljós. Já, nýbúnar talmann. Patrice Evra, hann lítur á að vera Það er rétt, það er rétt. það er gott sér hana ég ætla að segja William Gallas Það er rétt. góður maður. Já. Var að reyna að hugsa um eitthvað meðveri. Var Fabian Barthez ennþá í markinu þarna? Nei, því miður. ok, ég ætla að segja þá Steve Mandanda Ekki heldur. Herðu? ég veit ekkert hvað er marki nei það var fyrst að þið huga þegar það er markmaður Já, hver ætlaði að vera með Gallas í miðverðinum? Þetta er loka giskið á þetta lið. Man ekkert eftir frökkum á þessu HM, þeir gerðu ekki neitt. Nei, voru ekki góðir. Leikjanum bara dutt út í riðlakeppninu eða eitthvað. Maður hugsa bara 2006 frakkaliði. Til þetta erfitt. Núna skil ég hvað menn að tala bara að það tæmist hausinn á manni, sko. Bara Þegar ljósin eru á. þegar ég sit í bílnum í jólaumferðinni, Já. öskrandi á útvarpið, þegar menn að standa sig illa í þessu. Tjóð, skil ég það vel. Vá. Við verðum að ná þessum markmanni. Var Hugo Lloris mættur bara í markið það? Já, Hugo Lloris var Já, mættur í ok, markið. já, Þarna já. kom það. Herðu, já, staðan þá eftir byrjunarliðið er Ágúst með 17 stig og Björn, þú ert með 11. Ágúst náði einu fleirum hana í byrjunarliðinu samtals. En leikmenn sem vandaði í þetta byrjunarlið, það var Bakary Það voru margir. Bakary Sanja, Herri Bakary. Djöfull. Hliðan á Gallas í Hafsend, það var svo sem gæi sem spilaði miklu oftar í vinstri bakverði, sérstaklega fyrir félagslið. Það er Erik Abidal. Já. Svo á miðjunni þá erum við með hérna Diarra og Diarra. Þetta er Lassana Diarra og hérna, hvað heitir hann? Ég er bara með A hérna, þetta er alltaf þetta sé Alu, Abdu, þetta er einhver Diarra. Í tíunni þar erum við með Jóhann Gurkuf. Það var þessi síðustu tverir er að við, sko. Gurkuf, hann átti að vera rosa góður, svo var það ekkert sérlega góður. Já, ég má bara eftir nafninu Gúrkan. Já, og frammi, það er einn besti frammeri sem að mexikaska deildir sem hefur nokkuð tíma séð. André Pierre Gignac. Hvernig í ósköpunum var Benzema ekki að spila hennar leik eftir 2009 Lyon tímabilið þarna og nýmættu til Real og... Já, það er góð spurning. Ótrúlegt. Það er ekki slagsmálu við franska sambandið hann Jú, það er örugglega verið Brjálvarti var Buena hérna og... Það var, ég man ekki hvernig Mér finnst það bara stað okkur vel í þessu franska liði, sko Já, Já, við vorum aldrei að fara að ná sem strækjar allavega. ég saknaði þess að hafa ekki fengið Sanja. Já, Kannski. Já, Diarra hefði mátt eftir aðeins. það er ekki 2 stig þá Já. Þegar hann hefði sagt hvor Já, en þá hefur þurft að nefna hana Ná Alu Abdu hann að Diarra. Herðu, þá fyrir við næsta lið sem er almenn kunnótta. Þá ætlum við að athuga það er nefnilega oft talað um það hvort að fótboltamenn sem að hafa áhuga á fótbolta viti eiginlega ekki um neitt annað heldur en fótboltan. Við ætlum að kanna það hér hvort að við vitum eitthvað annað því að þetta eru spurningar um allt annað en fótbolta. Þetta eru 5 spurningar, bjöllaspurningar og þá byrjum við bara á fyrstu spurningu.
hún er einföld. Hvað eru heimsálfurnar margar? Björn, 7. 7 er rétt. Góður. Og spurning nummer 2 í almennri kunnáttu. Botnaðu setninguna. Ber er hver að baki. Þetta var Björn. 7. Rangt. Nefna sér bróður eigi. Já, Það er rétt. Gleymdi restin. það segist alltaf ekki. Ég ítti óvart, sko. Já. Það kom bara svona geðt lítið. Svo ég bara, ok. Þú fékkst allavega svarréttin. Já. Þriðja spurning í almennri kunnáttu. Hvað eru margar sekúndur í 5 mínútum? Þetta var Björn aftur. 300. Það er rétt. Fjórða spurning í almennri kunnáttu. Þetta er að ganga vel hjá ykkur. Þetta er alls ekki gengið svona vel hjá öllum, skal ég segja ykkur. Hvað heitir Barbie fullu nafni? Hanna fór við svolítið aðra átt. Já. Ég sá ekki myndina, sko. Ég fór bara á Oppenheimer. Já, ég sá hana, sko. Já. Ég segi bara, þú veist, Barbie Jones. Það er rangt. Barbie Jones Jr. Ég hef ekki hugmynd. Mjög skemmtilegt gisk, en það er einnig rangt. Hún heitir Barbara Millicard Roberts. Ég hefði samþykkt Barbara Roberts. Já. Loka spurningin í almennu kunnáttu. Hversu margir eru í hvoru liði í hinni stór skemmtilegu íþrótt krullu? Það er Ágúst. 3. Það er rangt. 4. Það er rétt. Þarna kom almenna kunn á þetta. Já. Hvort svolítið á krullun á Ég Ólympíuleikunum. vissi þetta ekki, en ég vissi það var ekki 2 og þú varst ekki að hugsa hann, ég hugsa það getur verið að þau muni bara einum, sko. Já, Já, ég glemdi held í liðstjóranum með eitthvað. þetta er, svo sem veit ekki hver fjórði maður Það er eitt sem kastar, Já. svo er eitt sem sópar. Það er ekki tveir sem Jó, það sópa eru 2 sem sópar, minna ég. og eitthvað bara fjórða kvíla eða? Pepparanum. Já, Sem að stendur, er ekki alltaf eitt sem stendur svona í endamarkinu og segir meira eða minna, skilur þú. já, kannski það. Sópa fastar. Já, Ég held það, sko. Já, getur Það verið. eru allir 4. já. Hver er þú í þínu liði? Mínir menn í krullunni? Já, þú veist, í hvað stöðu spilar þú? Já, ég er liðstjórinn, Pepparinn. Já, auðvitað, hvernig læti. Herðu, þá förum við í næst síðasta liðin hérna í þættinum sem heitir tölfræði. Tölfræðin virkar þannig að ég mun koma með einhverja spurningu. Svarið er alltaf einhver tala og þið báðir að skrifa niður ykkar ágiskun á blað. Sá sem er nær fær stigið, Já. nema þeir séu bara báðir með rétt, það fóðu báð stig. Já, og svo náttúrulega erum við í hlaðvarpsformi einnig, þannig að eftir að þeir eru búin að skrifa niður rétt svarið, þá megið þið staðfesta að þeir eru búnir og þeir eru báðir búnir, þá megið þið líka segja svarið. Já, Mhm. ok. Fyrsta spurning. Liverpool státar af því að hafa oftast átt markahæsta leikmann enska úrvalsdeildarinnar frá stofnum hennar árið 1992. Hversu oft hefur leikmaður þeirra hlotið gullskóinn? Já. Jú, ég segi bara þetta, ég meina það skiptir ekki máli, sko. Ég veit ekki, svarið meira átt í breytið, sko. Nei. Þetta eru líka tölfræðispurningar, þeir eru svona yfirleitt ágiskunarspurningar. Já, Já, ég er klár. Já, ég líka. Ágúst, hvað erst þú með? 10 stykki. 10 og 6. Björn segir 6. Það var ofmat hjá mér, eða? Rétt svar er 8, þannig að þið fáið bóðstig þegar ég er nátt frá. ok. Það fór spilum Sættum í okkur við hendur það. að Liverpool spurninga vinstri. Ég ofmat mín að menna þess. Herðu, Ég gefi Torres einum og marga og... já, Torres er bara með 0. Hann er með 0, já. Ég skráði 2 á hann, sko. Það er þessi 2 auka. Ég held að hann hefði tekið þetta einu sinni tvisvar. Þetta er Owen 2 svar, Suárez einu sinni, Sadio Mane einu sinni og Salah 4 sinni. Já, ég glemdi mér svo manni. Já. Ég var bara að tala í Sala. Herðu, önnur spurning í tölfræðinni. Í leik Egypta og Sádi-Arabíu á HM í Rússlandi árið 2018 varð Egyptin Essam El Hadari elsti leikmaður sögunar til þess að spila leik á HM. Hversu gamall var Essam? Er ég tilbúin? Já, ég líka. Sem fá Björn núna fyrst. 44. Já, og Ágúst. Sko, þetta er eiginlega algjört svindl að því að ég skrifaði hérna frétt daginn sem sagt mann sem er að fara að verða sá þriðji elsti eða eitthvað. Já. Markmaðurinn hjá Írlandi, mann ekki hvað hann heitir.
Og ég held að svo elsti að verið, þess vegna ég að segja, það skandallegi næðis ekki sko, því ég skrifaði fréttum þetta bara fyrir 2 vikum. 45 ára og 200 og eitthvað daga. Herðu, þú varst mjög ógeðslega nálægt í að vera með þetta hárrétt. Ég skrifaði 267 daga til að vera bara nákvæmur en ég hef ekki hugmyndu það. Þetta er 45 ára og 161 daga gamall, en vel gert Ágúst, þú varst rosalega nálægt og færði stíð þannig. Það var að skrifa fleiri fréttir. Eða lesa bara meira til mig. Já, kannski. Það verður með svona Google alert þegar Ágúst skrifast fréttir. Mæli með. Já. Þriðja spurning í tölfræðinni. Metið yfir flest mörk í einum leik í Evrópukeppni meistaraliða, sem síðar var nefnd meistaralið Evrópu, er í höndum Feyenoord og KR, en liðin mættust í einvegi árið 1969. Hversu mörk voru skoruð í leiknum? Já, ég byrjaði. Já, má byrja. Ég held að leikurinn hafa farið 10-1, þannig að 11 mörk. 11 mörk. Ég skrifa 16. 16 segir Björn og rétt svar er 14, þannig að Björn, þú ert einu marki nær, þannig að Veit allt um KR. leikurinn fór 12-2 fyrir Feyenoord. Frábær framistæða hjá þessu KR-liði sem skoraði 2 mörkana. Hvernig fór fyrir leikurinn? Það er ekki með blaði. En loka spurningin í tölfræðinni. Hún hljómar svo. Úrugvæin Jose Batista er þess heiðurst aðnjótandi að hafa fengið fljótasta rauðaspjald í sögu HM. Það gerði hann í leik Úrugvæ gegn Skotlandi á Það gerði hann í leik Úrugvæ gegn Skotlandi á HM 1986 í Mexíkó. Hver langan tíma tók það Batista að láta reyka sig í sturtu? Já, býðum eftir Ágústi. Ég ætla aðeins að hekka. Segja 47 sek. 47 sekundur segir 3 sekúndur. 3 sek. það er skemmtilegt gísk, en Ágústa nær, þetta eru 55 sekundur. Já, ok. Ég held að hann er bara komið, hvað ár var þetta? Þetta er 86. Ég held að hann er bara komið inn á kýrstu. Já, ég held nefnilega að þú er að fara ná þessum. Þetta væri svona trikkspurning, hann væri bara að koma inn á og hefði sagt eitthvað við dómarann og bara... Það hafi ekki heyrt hérna, það er alltaf fræg saga hann í Englandi af einhverjum gæja, ég held að þetta sé með einhverjum fræguleikur, einhverjum frægu gæji, sem að hérna stendur hann að hliðina á dómaranum þegar dómarinn er að blása leikinn á. Já. Og hann blæs svo fast í flautuna að leikmaðurinn segir fucking hell og dómarinn verður svo móðgæður að hann rykkar hann í sturtu bara eftir 1 sekundu. Blótaði svona framan í hann. Það hefði verið gott að fylgja með hvað þetta var, en ég man það ekki. Já, staðan eftir tölfræðina er 21-16 fyrir Ágústi og aðeins einn liður eftir. Það er síðasti séns. Já. Í síðasta séns þá fáið þið sitt hvora einu spurninguna og þið fáið að velja styrkleika flokk, annarkvort 3, 5 eða 10 stiga spurningu. Þetta er þitt tækifæri, Björn, að koma aftur tilbaka út 5 stigum undir. Þannig að þú mátt velja hvaða spurningaflokk viltu fá í eina spurningu. Ég til hann myndi byrja, sko. Já, ég... Vilt þú byrja, Ágúst? Byrja, mér er alveg sama. Já. Þegar ef hann nær 3, Já, þá þarf það að vera í 10. Ef hann nær 5, þá verður að taka 10. En ef þú klúðra, þá getur ég náð í 5 og farið í framlengingu. Já. Já, ég hefði ekki átt að bjóst til að byrja. Það var ekki nóg taktísk ákvörðun hjá mig. Þarna kemur þjálfarinn sterkur. Já, þarna kemur hann sterkur. Hluti fram í tímann sem aðrir sjá ekki, sko. Reynslan. Ég veit það. Skortir aðeins hjá henni. Jú, ef ekki bara, fara í 5-una. Fara í 5-una? Þannig að hann geti í mestalagi jafnað. Já. Eða þú veist, ef ég næst það rétt. Já, ok, skjótum á 5-una. All right. 5 stiga spurningin á Ágúst. Heiðar Helgusson er knattspyrnu áhugamönnum vel kunnugur. Hann lék árabil í Englandi við góðan orðstýr eftir að hafa hafið feril sinn í meistaraflokki með Þrótti. En hjá hvaða félagi er Heiðar upp alinn? Já, mögnu spurning. Selfossi? Selfossi er Ágúst. Nei, það er rangt. Hann er uppalinn í Dalvík. Hann er Dalvíking? Hann er Dalvíkingur, eins og ég, eða alla hluta til. Já, ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd um þetta. Hann er bara aðstofað þjálfari Selfoss í dag. Það er mitt. Herra, ég tek 10. Ég ætla að vinna bara. Ætlar bara að vinna? Já. Þú er ekki í framlenginguna? Jú, ég á ekki bara að vinna. Jú. Það er líka fínt. Ég er að gera þetta. Já. Herðu, þá farið mjög skemmtilega spurningu. Okay.
Fyrir HM árið 1950 hafði lið Indlands öðlast keppnisrétt á mótinu sem framfór í Brasilíu. Okay. Svo fór þó ekki Strax brekka. Svo fór þó ekki að liðið taki þátt en Indland stóð í deilu við FIFA og drógu liðið sitt úr mótinu vegna þess. En hvað stóð deilan? Hvað stóð deilan? Nú er hann farin að sjá eftir því að hafa tekið 10 stiga spurningu. Já, pínu. Ég hefði að taka 5 aðeins. Ég ætla að segja það að deilan hafi staðið það að þeir fengu ekki að nota konur á mótinu. Já, og segir að þeir hafa ekki fengið að nota Vildu konur. nota konur, þá fullt af góðum fótboltakonum fengi ekki að nota það. Já. Ég get allavega sagt ykkur það að náttúrulega staðfest að hvort sem að Björn svarar rétt eða rangt þá komið sigurvegari í keppnina og sigurvegaran Ágúst fyrir sín. Og þú hefur komin áfram í 8 úrslit. Rétt svar að FIFA vildi ekki leyfa Indverjum að leika berfættir. Já, þetta klúður. Ég fór að hugsa sko hvort þeir vildu spila á sínum tíma sko, bara tímamismunum. Já. En ég náði þessu ekki alveg með konunnar. Ég held að Nei, ég var bara að segja eitthvað sko. vera með konar og kallamóti. Já. Og með þjónustustúlkur. Nei, bara, þú veist, það voru ekki nóg mikið af fótboltamönnum, skilur við. Já. Ég held að þetta er nóg af fólki þarna. Já, þú veist, ég bara... Alveg fínt gert. Já, ég fór eitthvað miklu dýpra. Ég held að vera eitthvað svona super pólitískt eitthvað. Nei, alls ekki. Indland lýst yfir sjálfstæði þarna frá Bretlandi og ég var komin alveg í djúpan þangagang með þetta sko. Þeir vildu spila berfættir. Já, opinber ástæða hjá Pirrandi, sko, ég var með Heiðar Helgason, sko, það fór... Já, djöfull. Opinber ástæða hjá Indlandi var kostnaður en Indverjar leiku berfættir á Ólympíuleikunum 1948 og var FIFA ekki á því að það yrði í boði fyrir það á HM 1950. En spurning hvort að það hafi verið eitthvað menningarlegt líka auk þess að vera kostnaður. En Björn, frábær framistæða hjá þér, mjög jöfn keppni og en því miður þá gekk það ekki þessu sinni að fara fram. Ágúst, við sjáum þig í 8 úrslitunum. Ég fæði maður þetta aftur. Já, Snill. þar sem að þú tekur á móti einhverjum góðum sem að komin áfram líka. Hvenær kemur það í ljós? Það eru bara 4 keppnir eftir og eftir það þá dreigum við í þetta en þeir sem eru nú þegar komnir áfram slökkuð á núna kæra hlustendur ef þeir eru ekki búin að hlusta á þá þætti. Það eru Jói Skúli í Draumaleginu. Það er ekki lenda á móti honum. Gummi Aðalsteinn hérna hjá .net og svo erum við með Þorkell Gunnar á RÚV. Ok, 3 mjög erfiðir andstæðingar hérna. Það eru góðu keppendur í þessum þættum sko. Ég heyri það. Já. En það kemur allt í ljós hvernig þú munt mæta. Bara strákar báðu 2. Takk fyrir komuna. Takk svo leiðis bara. Og við sjáumst aftur að viku liðni. Verið sæl.